Verið að koma upp öflugum hraunkælingarbúnaði fyrir ofan Svartsengi til að koma í veg fyrir að hraun geti runnið að orkuverinu. Eldgos gæti hafist þá og þegar á Reykjanesskaga. Búast má við afar slæmu veðri á Suðurlandi og í Vestmannaeyjum á morgun. Spáin stöðvar hins vegar ekki stóran hóp fólks sem ætlar sér að njóta helgarinnar. Það hauga lýja að Rússar standi þétt að baki Pútín, segir rússnesku stjórnarandstæðingur sem sleppt var úr fangelsi í gær. Rangar og misvísandi upplýsingar hafa farið eins og eldur í sinu samfélagsmiðla eftir atburði undanfarna daga í Bretlandi og á Ólympíuleikunum. Heimsþekkt fólk meðal þeirra sem dreift hafa falsfréttum. Nýjar kirkjutröppur á Akureyri verða tilbúnar í næsta mánuði. Mikið hefur verið ýtt á eftir framkvæmdunum enda eru tröppurnar ómissandi hluti bæjarmyndarinnar. Komið þið sæl. Verið að leggja vatnsleiðslur að varnarveggnum sem liggur næst Sundhnúksgígaröðinni svo að hægt verði að kæla hraunið í næsta gosi. Stóra verkefnið að vernda orkuverið í Svartsengi. Búist við eldgosi á hverri stundu. Hér sjáum við gígana úr síðustu eldgosum hérna á Reykjanesskaga. Við erum hérna upp á varnargörðunum sem standa næst Sundhnúksgígaröðinni og undanfarið hefur verið unnið því að breikka og stækka þessa varnargarða enda styttist í næsta gos. En það ekkert sérstaklega langt hérna yfir að orkuverinu í Svartsengi. Í dag erum við búin að vera að leggja 10 tómu slöngur lagnir sem að mun sinna hraunkælingu meðfram varnargörðunum. Leggjum cirka 4 km 10 tómu slöngum og hérna sem tengjast við 4 stórar 13.000 lítra dælur. Þetta hluti af nýjum hraunkælingabúnaði sem keyptur var fyrir tæpan hálfan milljarð króna. Búnaðinn væri einnig hægt að nota til að kljást við gróðurelda. Stærstu gerðirna af vatnslöngunum sem við erum að nota hjá slökkviliðinu eins og garðslöngur við hliðina á þessum slöngum. Þetta eru nýþungar slöngur. Við þurftum aðeins að mixa eina rúllupökkunarvél sem við fengum úr sveit austan Selfoss. Og þurftum aðeins að mixa hana, þannig að hún hefur þjónað sínu hlutverki hér ásamt svo tromluvél sem sett aftan í traktor. Vatnið kemur meðal annars úr Svartsengi og Bláa lóninu. Leiðslurnar liggja undir Grindavíkurveg og yfir Sýlingarfell að varnargörðunum. Undir lok síðasta goss þá reynduði hraunkælingu þegar hraun fór að renna hérna yfir varnargarðana. Hefur það kennt ykkur eitthvað og gerði það gagn? Með það vatnsmagn og dælugetu sem við höfðum þá, sem við vorum búin að skrapa saman dælum og vatnsmónitórum fyrir það, til að undirbúa það og það sýndi okkur það að það virkaði. Og núna þið með mun öflugri búnað? Miklu öflugri búnað, já. Þetta náttúrulega bara í halla hérna niður í áttina að Svartsengi? Já. Þetta kannski svona stóra verkefnið að vernda virkjunina? Já, risastórt verkefni. Þúsundir gesta eru komnir til Vestmannaeyja þar sem þjóðhátíðin var sett við hátíðlega athöfn í dag. Búist við afar slæmu veðri í Eyjum og á Suðurlandi fram eftir degi á morgun. Af hverju komið hingað? Stemmingin hér. En þið hafið ekkert verið að láta veðrið stoppa ykkur? Nei, alls ekki. Það gul veðurviðvörun í kortunum. Það ekkert eitthvað sem þið hafið áhyggjur af? Vissum ekki alveg að því. Þrátt fyrir að leiðinda veðurs í kortunum, gul veðurviðvörun á öllu Suður- og Suðausturlandi á morgun, lætur fólk það ekki stoppa sig og hér á Flúðum bara nokkuð fjölmennt. Það bara búið að vera ótrúlega gott veður á Flúðum. Það eitthvað gat hérna yfir. Við vorum í 19 stigum í sól hérna í gær og... Hvernig búið að vera á Flúðum? Bara búin að vera mjög gott. Við erum búin að fara í vatnið og búin að vera smá freka kalt en mér finnst það búin að vera gott. Það búið að vera skemmtilegt? Já, alveg verið gaman sko. En hvað segir þið? Hvernig búið að vera hérna á Flúðum? Skemmtilegt. Við vorum bara komin í dag. En eitthvað kalt? Já, núna. En hvað búið að vera skemmtilegast? Ekki. Og strætisvagnar taka af stað með penum sem byrjik. Þið vel stemmdir fyrir þjóðhátíð? Já.
fokki peppaður. Það fáður það. Gott. Þjóðhátíð er handan við hornið og tilhlökkunin hér við Landeyjahöfn er áþreifanleg. Þetta eru ævintýri. Þetta er bara eina helgin sem ég hlakka til á hverju ári. Ég býð frá mánudegi eftir þjóðhátíð og býð bara eftir næstu. Þannig að ég er mjög sáttur með það að sé núna föstudagur í dag og það er bara góð helgi framöndan. Ég er eðlilega svangur reyndar en ég er illa peppaður. Takk fyrir að spyrja. Hvernig leggst þetta í þig? Þjóðhátíð. Bara gjörðu vel. Hvað ertu að taka með þér? Bara nóg af fötum og áfengi held ég. Þetta er svolítið þannig. En hvernig leggst veðurspáin í ykkur? Það skiptir enga máli. Kottum með rigninguna, kottum með rokið. Ég vil fá gula eða rauða viðvörun. Það er bara seinna tíma mál. Það er bara mál þegar við erum komin á eyjuna. Já. Og er þið vel búin, vel klædd og svona? Já. Já. Regnfötum komið ferðartaska af útifötum og undirfötum og allt bara. Það verður vonandi bara svona smárækt, ekki rennandi. Við erum öll saman í þessu. Þannig að það skiptir enga máli. Blöðmenn upp á sviði, við erum öll að syngja saman í rigningunni. Ég er bara kottum með það, sko. Við erum tilbúnir. Við erum tilbúnir. Byrjum drikju right now. Já, þetta var á Flúðum og í Landeyjahöfn í dag, en hvernig skyldi spáin vera fyrir morgundaginn og fyrir helgina? Við ræddum það við Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem var á vaktinni í dag. Hrafn, það eru vantilega þúsundir Íslendinga á faraldsfæti helgina. Hvernig er útlitið svona veðurfarslega séð? Það er almennt séð ekkert sérlega gott. Það var nú oft verið betra Vestmannahelgina. en svona það veldur að það er mjög djúplægð, óvenju djúplægð suður á landinu og hún er svona hringsóla þar og er að nálgast okkur núna næsta sólarhringinn. Það er svona, hún sendir núna, það verða úrkomum bakkar sem fara yfir landið, einn að fara yfir landið núna, en það verður hins vegar á morgun og í fyrramáli mjög hvasst syðst á landinu. Þannig að þarna... Og ég spyr fyrir hönd allra sem er í Herjólfsdal helgina, verið þar, vantilega mjög hvasst á morgun eða hvað? Já, við erum að tala hvassviðri, svo sem bara svona í meðalvindi, í eyjum og svona undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og svona Sandfelli, vestur af Öræfum. Þar er þetta svona vest en kvíðurnar svona geta farið alveg slagað upp í 30, kannski rúmlega það, metrar á sekundu. Ekkert mannskaðið eða samt? Nei, en þetta er nú vægast sagt óþægilegt fyrir fólk í útilegu og í tjöldum. Það svona verður erfitt. Hvað er besta veðrið? Besta veðrið er ávalega svona erfitt að segja, auðvitað. Það er svona smekksatriði hvernig besta veðrið er. En það er svona almennt séð svona vestan til og svona í innsveitum fyrir norðan. Getur hitinn alveg farið upp í 20 gráður á morgun og sæmilega svona bjart vestanlands morgun, þannig að það er ekki svo slæmt. Þeir eru að búast við úrhelli svona suðaustan til og austan til á landinu, já, næstu svona það bil sólarhring eða svo? Já, við erum það er úrkomubakkinn í dag, búið að vera mikil úrkoma fyrir austan í dag en það dregur út í kvöld og nótt og síðan er nú ekkert svo mikil úrkoma nema á ströndum á morgun og hinn og það er svona einhver áhyggjur með skriðuföll þar, hafa fallið skriður þar þegar, en síðan er það aðalega mánudagurinn sem verður ekki sérlega kræsilegur og líklegast verða víða viðvaranir í gildi fyrir þann dag, gefnar út á morgun líklegast. Kamala Harris er búin að tryggja sér nægan stuðning til þess að verða forsetaefni demókrataflokksins í kosningunum í nóvember. Formaður landsnefndar flokksins greindi frá þessu í dag. Harris var sú eina á kjörseðli kjörmanna sem fengu 5 daga til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lýkur á mánudag. Frá því að Joe Biden tilkynnti að hann óskaði ekki eftir endurkjöri hafa sjóðir Harris gildnað. Hún safnaði 310 milljón bandaríkjadölum í júlí en andstæðingur hennar í haust, Donald Trump, tæplega 140 milljónum dala. Von er á nýrri viðbragðsáætlun við Kötlugosi á næstu mánuðum. Lögreglustjórinn á Suðurlandi segir ekki gott að nánast engin fyrirvari hafi verið fyrir jökulhlaup á laugardag.
Já, það auðvitað áhyggjuefni og eins og fram hefur komið í fréttum að þá var fyrirvaran mjög skammur og það var eins í rauninni hjá okkur með okkar viðbragð að auðvitað hefði verið betra að fá upplýsingar stærðina á þessum viðburði fyrr og það eitthvað sem að þarf bara að meta í rólegheitum og skoða hvort er ástæða til að koma upp þéttara neti af mælitækjum. Sveitastjóri í Mýrdalshreppi sagðist í hádegisfréttum vera orðinn langþreyttur á að vera ekki komin með uppfæra viðbragðsáætlun vegna Kötlugoss. Núgildandi áætlun frá 2017 væri orðin úrelt, ekki síst vegna þess að fleiri ferðamenn væri á Suðurlandi en þegar viðbragðsáætlun var gerð. Hún í fullu gildi og mjög góð sem slík. Hins vegar hefur staðið yfir núna síðustu mánuði uppfærsla og endurskoðun á þeirri viðbragðsáætlun og má gera ráð fyrir að hún liggi fyrir núna á haustmánuðum. Ferðamenn voru 2 milljónir árið 2017 og hefur fjölgað nokkuð síðan þá. Ferðamenn hefur auðvitað verið að fjölga hér en það voru auðvitað töluvert af ferðamennum hérna 2017 þegar áætlunin var uppfærð síðast. En við horfum bara á heildarmyndina og tökum að svo tillit til þess ef að þarf að gera breytingar. Grímur segir að vinnu við þessa nýju áætlun verði lokið í haust. Þá stendur meðal annars til að kynna hana á íbúafundum á Suðurlandi. Meðal annars kynnum þá þær breytingar sem að verða á áætluninni og fáum með okkur vonandi okkar helstu sérfræðinga á Veðurstofunni og jafnvel Vegagerðinni og fleiri hagsmunaaðilar sem að koma að þessum málum. Fangarnir 16 sem leystir voru úr haldi í Rússlandi í gær segjast frelsinu fegnir. Í stað þeirra voru 8 Rússar látnir lausir sem sátu í fangelsi á Vesturlöndum. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Vladimir Kara-Murza var handtekinn fyrir rúmum 2 árum fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og var árið síðar dæmdur í 25 ára fangelsi. Á blaðamannafundi í Þýskalandi í dag varaði hann við áróðri Pútins. В России очень много людей, которые выступают против путинской войны в Украине. Не верьте лжи, которую распространяет кремлевская пропаганда. Не путайте путинский режим и Россию. Кремлевская пропаганда хочет сделать вид, что все люди в нашей стране поддерживают путинскую диктатуру и поддерживают его агрессивную войну в Украине. Это ложь. И не позволяйте убеждать себя в том, что эта кремлевская ложь имеет хоть какое-нибудь отношение к действительности. Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir hungursneyð í flóttamannabúðum í norðurhluta Darfur héraðs í Súdan þar sem 100 manns deyja úr hungri á hverjum degi. The situation across Sudan is just devastating, actually. Half of the population is struggling to meet their daily needs as far as food and protection and other forms of assistance. So we're really concerned. Á þeim 20 árum sem alþjóðleg stofnun sem fylgist með hungri í heiminum í samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar hefur starfað, hefur hungursneyð aðeins verið lýst yfir 3 í Afríku. Í Sómalíu 2011, í Suður-Súdan 2017 og svo núna. 500.000 hefst við í Samsam flóttamannabúðunum, þangað hafa mannúðarsamtök ekki komið í tæpa 2 mánuði. It's the worst that it's been in 20 years. So we're talking about how many people are in need of food? 25 million people. That's half the population. 1 in 2. Í apríl vörðu Sameinuðu þjóðirnar við að allt stefndi í verstu mannúðarhamfæri síðari ára í Súdan. Fólk neyddist til að borða gras því ekkert annað var að hafa. Síðan þá hefur ástandið versnað. Meira en 10 milljónir hafa verið á flótta, ýmist til svæða innan Súdan eða til nágrannalanda. We are reporting this year is that we have between 713 million and 757 million people which are chronic undernourished, people facing hunger. Uppreisnarherinn hefur í nokkra mánuði setið El Fasher, höfuðborg norður Darfur. Hann greip til vopna gegn súdanska hernum í apríl í fyrra. Fólk sem vinnur að mannúðaraðstoð í Súdan lýsir skelfilegum aðstæðum á landamærum norður Darfur og Tchad. Konur sem orðið höfðu fyrir andlegu og líkamlegu kynferðisofbeldi ráfuðu þar Börn sem mist höfðu foreldra sína reyndu að berjast í gríðarlegum mannfjölda í leit að vatni, mat og læknisaðstoð.
Þeir sem lifðu af sögðu sögur af fjöldamorðum. اليوم الدعامة دي فينا ناس كتير قتلوهم وشالوا الحق شد عليهم ما خلوا عربية وما خلوا أكل وما خلوا أي حاجة نحن ديل والله قمنا الساعة 2 بالليل في مطر طين بس ماشيين في الطين شايلين الجهلة ديل وماشيين لحد ما طلعنا في فجة كده حتة لقينا حتة يابسة لقينا فيها عربية بابور لقينا ماشيين فيه. Fjölmiðlafræðingur segir mikilvægt að notendur samfélagsmiðla átti sig á ábyrgðinni sem fylgir því að dreifa röngum upplýsingum. Hann segir upplýsingaóreiðu ýta undir notagildi hefðbundnar í fjölmiðla. Orðrómur á samfélagsmiðlum 17 ára árásarmann í Southport í Bretlandi var kveikjan að margra daga óeirðum sem hófust skömmu eftir að minningarathöfn var haldin börn sem létu lífið. Samfélagsmiðlar beru þetta ábyrgð á því efni sem þar inni en svo fer þetta snúast það hvernig hægt að hafa eftirlit með öllu efninu. Því dreifingin mjög hröð og þar fyrir við líka sjálfsög notendur að bera mikla ábyrgð. Lögreglan í Bretlandi neyddist til að tjá sig opinberlega að upplýsingar á samfélagsmiðlum árásarmanninn væru ósannar. Sérstaklega þegar að það viðkvæmt ástand sem kemur upp, stungu, árás eða eitthvað slíkt, þá förum við að leita svara. Og þegar við finnum lítið af svörum til dæmis í fjölmiðlum, þá leitum við eitthvað annað. Í gær varð svo fjaðrafok á samfélagsmiðlum yfir keppanda í hnefaleikum kvenna á Ólympíuleikunum í París. Umræðan snerist rétt Imane Khelif til að keppa í kvennaflokki í hnefaleikum. Meðal þeirra sem tjáðu sig eru Liz Truss og J.K. Rowling. Við viljum fá svörin strax og lifum líka þannig umhverfi að við viljum fá fréttirnar strax, við viljum fá mikinn hraða, en mikill hraði býr líka til óáreiðanleika. En upplýsingaóreiða á samfélagsmiðlum getur líka styrkt stöðu hefðbundinna fjölmiðla. Við eigum geta treyst í hefðbundnum fjölmiðlum og þar sé búið að leggja í ákveðna faglega vinnu og þær upplýsingar sem birta okkur þar séu réttar. Það sér loks fyrir endan á framkvæmdum við kirkjutröppurnar á Akureyri tæpu ári seinna en áætlað var. Fólk allstaðar að úr landinu ýtir á eftir framkvæmdum, segir byggingarstjóri verkefnisins. Akureyrarkirkja var vígð árið 1940 og teiknuð af Guðjóni Samúelssyni, þáverandi húsameistara ríkisins. Guðjón sagði á sínum tíma að kirkjustæði væri það fegusta sem hann hafði séð hérlendis og erlendis. Kirkjan gnæfir yfir bæinn og hefur lengi verið helsta tákn Akureyrar. En þrepin sem liggja upp að henni ekki síður mikilvæg akureyringum. Kirkjutröppurnar hér við Akureyrarkirkju eitt þekktasta kennileiti bæjarins. Það hefur verið afar vinsælt í gegnum tíðina að telja tröppurnar og mikið þrætt heildarfjöldan. Það hefur hins vegar ekki verið hægt síðan í júní í fyrra vegna framkvæmda, en nú sér loksins fyrir endan á þeim. Upphaflega var áætlað að framkvæmdum yrði lokið í október á síðasta ári. En fljótt varð ljóst að það myndi ekki takast. Útlit þó fyrir að bæjarmyndin komist í eðlilegt horf í september. Eins og vanalega þegar byggingar þá kemur eitthvað óvænt upp á. Vonandi verður bara akureyrskt veður út ágúst, þá klárast þetta kannski. En til þess að vara ná, þá gefum okkur hálfan september. Eru svona íbúar og ferðamenn ekki farnir að íta eitthvað á að þetta fara að klárast svona upp á bæjarmyndina? Jú, ég myndi segja bara eiginlega landsmenn því maður heyra alveg maður spurður maður fyrir suður Jú, þetta er alveg verið ít á okkur á öllum stöðum Enda eru kirkjutröppurnar mikilvægur hluti af bæjarlífinu. Þar má nefna árlegt kirkjutröppuhlaupum verslunarmannahelgina. Í framkvæmdunum lagt upp með upprunalegt útlit en betri lýsingu og betra snjóbræðslukerfi. En það sem mestu máli skiptir auðvitað spurningin, verða nýju tröppurnar jafn margar á þær gömlu? Já, það alveg hreint sem við erum að smíða en svo tengjast tröppur við og við kirkjun og eitthvað, þannig að ég held að fólk þurfi bara telja. Breska hljómsveitin Coldplay hefur verið á tónleikaferðalagi heiminn í meira en 2 ár og það selst upp á alla tónleika. Hljómsveitin segir að andrúmsloftið sem skapist á tónleikunum gefi þeim kraft til þess að halda áfram. We've realized that a big concert like this is one of the only places right now in the world where all kinds of different people gather together peacefully. And it's unusual now.
Tónleikaferðalagið hófst í mars 2022 og síðustu tónleikarnir sem á dagskrá í augnablikinu verða í Ástralíu og Nýja-Sjálandi í nóvember. Coldplay spilar í Helsingi helgina. Upphaflega áttu bara að vera einir tónleikar á Ólympíuleikvanginum en þeir urðu fernir og uppselt á þá alla. And the way our show is built, the audience is very much part of the show with the way we do lights and things like that. So of course it's a show like you're coming to watch, but I also think I hope somewhere where you come and you feel respected and not judged. Coldplay menn segjast leggja mikið upp úr því að minnka kolefnissporið. Before we started the tour, we spoke to lots of experts and they gave us lots of great advice about things we could do and things that we couldn't do yet. Til dæmis eru sérstök svæði á tónleikum þar sem fólk getur framleitt rafmagn á reiðhjólum. Það síðan notað til að hlaða búnað hljómsveitarinnar. Honestly, I think given everything that's happening in the world, there's a lot of suffering and a lot of pain and a lot of conflict. I think partly for ourselves, we need to keep going just to retain our faith that most humans want to exist very peacefully and don't hate each other. Og þá ætlum við að segja ykkur enn meira af veðrinu næstu daga, enda stór ferðahelgi framundan. Það verður austan 8 til 15 metrar á sekúndu og víða rigning með köflum, en yfirleitt þurrt á Vesturlandi og í innsveitum norðanlands. 13 til 20 metrar á sekúndu syðst á landinu fram eftir morgundegi og gular viðvaranir vegna vinds á suður- og suðausturlandi. Hiti verður víða á bilinu 9 til 18 stig og það verður hlýjast vestanlands. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánari horfur að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Hákon Þór Svavarsson haglabyssuskytta hóf í dag keppni á Ólympíuleikunum í París. Hann fyrstur íslenskra haglabyssumanna til að keppa á leikunum í 24 ár. Króatía undir stjórn Dag Sigurðssonar og Þýskaland undir stjórn Alfreðs Gíslasonar áttu leik í handboltakeppni karla á Ólympíuleikunum í dag. Liðunum gekk misvel í æsispennandi ariðli. Og Arnar Grétarsson var í gærkvöld rekinn úr starfi þjálfara karlaliðs Vals í fótbolta. Honum var sagt upp úti í Skotlandi þar sem liðið tapaði fyrir St. Mirren í sambandsdeildinni. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Verið að koma upp öflugum hraunkælingarbúnaði fyrir ofan Svartsengi til að koma í veg fyrir að hraun geti runnið að orkuverinu. Eldgos geti hafist þá og þegar á Reykjanesskaga. Búast má við afar slæmu veðri á Suðurlandi og í Vestmannaeyjum á morgun. Spáin stöðvar hins vegar ekki stóran hóp fólks sem ætlar sér að njóta helgarinnar. Það haugalí að Rússar standi þétt að baki Pútín, segir rússneskur stjórnarandstæðingur sem sleppt var úr fangelsi í gær. Rangar og misvísandi upplýsingar hafa farið eins og eldur í sinum samfélagsmiðla eftir atburði undanfarna daga í Bretlandi og Ólympíuleikunum. Heimstækt fólk meðal þeirra sem dreift hafa falsfréttum. Nýjar kirkjutröppur á Akureyri verða tilbúnar í næsta mánuði. Mikið hefur verið ýtt á eftir framkvæmdunum enda eru tröppurnar ómissandi hluti bæjarmyndarinnar. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 og svo má alltaf finna alla nýjustu fréttir inn á vef okkar nú.is. En í kvöld ætlum við að kveðja ykkur með myndum sem teknar voru í Reykjavík fyrir skömmu, þar sem félagar í Krúserklúbbnum rúntuðu göturnar á sínum glæsilegu bílum. Fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Við vonum að þið njótið verslunarmannahelgarinnar og farið varlega í umferðinni. Verið sæl.